Viltu panta síðan kameru hérna? Þetta síðan bara að giska hvort það séu síðar eða ekki? Já. Já, góðan daginn og verið velkomin í beina útsendingu hérna frá Biljartbarnum í boði Coca-Cola á Íslandi. Hér eigast við Kristján Helgason, núverandi Íslandsmeistari í snooker, og Þorri Jensson, Hafnarfjarðar-Trölli. Með mér í dag er Tryggvi Erlingsson. Góðan daginn. Sjálfur heiti ég Jóhann Marr Lýðarsson. Þeir eru báðir búin að eiga mjög gott mót núna. Spila mjög vel. Þorri vann Unnar Bragason sem vann fyrsta mótið í fyrsta leik í undanúrslitunum, og Kristján vann Bjarna Már 3-1. Þorri var Bjarna spennandi leik við Unnar í undanúrslitunum 3-2. Það var gott skot. Já, Unnar Bragason og Þorri Jensson áttust við þannig í undanúrslitunum. Sá leikur fór 3-2 fyrir Þorra og hinum megin, eins og áður sagt, Kristján Helgason gegn Bjarna sem endaði 3-1. Það er sennilega spila bara verð núna. Vel ekki þarna. Gott að nuddast þarna þessi brúni. Það verður eitthvað erfið leið út þarna. Hann er svolítið í vandræðum núna, Þorri. Jú. Það endi kannski bara niður með ballan. Það er engin auðveld leið tilbaka þarna í þessar stöðu. Sér ekki þarna hægra megin sýnst mér, nema öfugu megin í þess einu sem er á svona auðum sjó, og hinum megin er ekkert auðvelt að komast tilbaka. Ekki nema hann ná að fara eins og Kristján gerði áðan, fínt í þess að ég held samt ekki, og fara hliðar aftan og svo enda. Ég er ekki til þess að þá reyndi bara að gera gólfið. Þú senda strákunni. Já. Hann ætlar að reyna þessa þarna í vinstra hornið. Það er sýnist mér nokkuð ljóst. Opna ramman hérna. Opna ramman upp á gátt. Kristján er með hana allavega eina, tvær síðar. Hann eiginlega neytti Þorra í þetta skot með góðri vörn. Leikur opið, hann nema 7 er 16 lókuð í bæði hornin. Leikurinn bara í miðgati núna. Hann opnar hann á bliku og hann tekur neður í núna. En hérna, já, Kristján er margfaldur Íslandsmeistari í þessu og hann er svolítið einráður í þessu á Íslandi. Þetta er fyrsta stigamóti sem hann er með í vetur, en við erum með stödd í 3. stigamótið, ekki? Já, 3. stigamótið. Það er fyrsta móti sem hann er með í. Og hérna, Þorri komst í úrslit í 1. stigamóti. Ef maður rétt að tapaði á móti Unnari. Og hérna, við leikið þarna á bliku, 13 stig. Rétt að hann þarf nú að það er nú smá að vinna eftir til að opna þarna fyrir 7.
sem líklegt að hann reynir bara að halda sig við 6 í smáttu, en ég sé ekki alveg. Hann reynir núna jafnvel að losa hana. En það er ákveðin áhætta á þetta stuð. En ef það tekst þá er hann búinn að leysa vandamálin sem að gera sér lífið auðveldara eftir á. Það má kannski koma inn á það að styrktar aðilar í þessari útsendingu eru Coca-Cola á Íslandi og biljartbarinn er svona orðið svolítið mekka snókersins á Íslandi. Það er glæsilega leikið. Búinn að losa svörtu kúluna. 14 gerðir. Og hún er séð sennilega núna í bæði hornin, þannig að ef hann er komið með hvítu aftur upp til þá getum við bara séð tiltölulega stórt breyk. Þetta er hann klárið þess að rauða þarna upp í haust eða? Ég er ekkert viss um það. Ekki eftir hvernig það... Já, hann tekur hana fyrst. Hann er að koma sennilega upp á bláu núna og þá er auðvelt að velja kúlu eftir. Hann hefur reynir frekar að vera oflaus heldur en fastur. Það var hana ofan við hana, leiðið niður. Já, vill hafa afstöðuna til þess að getur valið brún eða blá og tekur hennilega bara brún og hún er einfaldari. Bruno fyrir aðeins á eftir, Bruno stoppar hann eða? Hann lítur maður getur ekki eftir að fyrir hann í bláu. Hann legur aðeins í hana og reynir að leika það sem er beint á mót okkur núna. Og þá getur hann gert hann og haft valkost milli bleiku eða svörtu. Hann kom að svörtu. Betra náttúrulega þarna megin. Hann komast þarna megin svörtu en mér sýnist hann að vera svona leiðilega bein. Það verður svolítið langt frá svörtukúlunni ef hann leikur þessa. Ég er ekki til að það taki hinna fyrst bleiku og svo á svörtu. Það er rétt hjá þér. Best væri náttúrulega að ná þeirra kúlu sem er hérna næst lengst í vinstri en það opnar svolítið spilið. Þetta mistókst aðeins hjá honum. Hann var samt svolítið að reyna að ýta kúlu undan sér hérna og opna spilið meira. 29 gerðir og nú var hann í öðru litlu vesinni en hann getur nú elda sagði ekki. Spurning hvernig hann er stemdur. Ef hann er sóknarlega stemdur sem hann er nú yfirleitt alltaf þá tekur hann langt. Nei, hann líst ekki á hvert hvítakúlan fer, þess vegna vill hann ekki taka þessa áhættu. Það er bara það er þetta að sækja á mörgum í stöðum. Já, sérstaklega það heiti Kristján Helgason. Þetta er ekkert auðvelt, hann þarf að taka hann sennilega bláu eða gulu og bakka. Þetta er ekkert auðvelt stöð. En hann lætur að líta einfalt út. Já, satt. Glæsilega leikið. Alveg. Niður aftur. Þar eru þarna allar síðar í vinstri, þarna, hvað er það, 3 síðar hann í vinstri vasan. Þannig að hann þarf að vera aðeins. Já, það getur verið að hann leiki 6 fyrst sko. Nei, hann fyrir þarna með. 7 loka nefnilega fyrir 2 kúlur ef hann gerir 7 held ég í hitt gatið sko. En hann sem Allavega eina allavega. Já. En hún er séð, þegar hinn er farin þá er hún séð í hægra horni þannig að Lenti hann á þessari beinni kannski svolítið. já. Spurning hvort að hún er séð þessi þriðja neðsta og ef ekki þá er það þessi framhjá með veikandið. Það er svolítið eftir. 40 gerðir. Spurning hvort hann hleypi vörn eða taki Það er veit að sjá hvort þessi kúla er séð eða ekki. Hann er veist að vera að horfa það, hann sér þetta náttúrulega betur en við. vissulega. Og
sýnist að vera séð með hvernig hann að stöða. Glæsileg stuð. Nei! 40 gerðir. Ég ætla ekki að segja þessi dauðafæri fyrir Þorra en góður möguleiki hérna fyrir Þorra. Sér hann þess að sem að vera að skjóta á? Já. Og hérna... 6 bara séð í sama gat og hann að skjóta í, þannig að helst djúpur. Helst til djúpur. Nei, þetta það sem maður má ekki gera. Þetta svona sóknartrölli eins og Kristján Þetta náttúrulega erfið staða hann sem hann í, því að hann tekur bara erfitt skot eftir byrjunarstöði á Kristjáni og Kristján gerir strax 40, þá kemur pressan á hann. En ég held hann hafi lokað gatinu fyrir 7, þannig að svörtu. Fyrir svona að leika bleiku þarna aftur. Já, eða eitthvað bara blá, ég vil að gulu. Gula virðist nokkuð bein. Svona flestir myndu taka blá í þess að vera auðveldara því að hún ekki alveg þrá bein, en það aldrei að vita. Það náttúrulega bakkar bara af gulu ef hann sýnist svo. Nei, hann tók blái. Þetta ekki gott skot. Eða hvað? Hún virðist ekki vera að sé héðan frá hann. Nei, hann með hann inn í miðgati. Það þarf að gera. Já, hún séð. Það battið fyrst. Það var battinn fyrst. Vandamál við hinnakúluna, hann fekk ekkert og eftir henni og reyndi hann í miðgat. Nefn að gera það mjög fast og þá hefði hann verið mjög erfið. Hann líka hann svona svo kallar shot for nothing. Er það ekki? Já, það var gott varnarstöð frá Þorra. Það var að hægja á Kristjáni, það eina leiðin. Þetta var mjög gott skot síns mér. Það var alveg mjög gott stuð. Það var einmitt svona þegar maður að leika vörn hana á þessum tökum böttum. Þá hérna það var einmitt alveg krúselt að vera hana svona, hvað að segja, rétt fyrir ofan bogan hann á díinu. Þetta tækifæri. Hann sér þessa þarna síns mér. Hann búinn að vera að gera þessar kúlur í allt mótið alveg án nokkurs vandamál. Nú bara spurning hvort að pressa hann á úrslitaleiknum og Kristjáni breyti því eitthvað. Já. Fyrstir að með eru aðeins búin að húka eftir þessum úrslitaleik kannski. Kaldur Þorri, en hann eins og sagðir aðan, hann búinn að vera mjög samfærandi og gaman að horfa á hann í þessum móti. Þetta sjá ofta á hvernig Þorri að hreyfa sig kring á borðið, hvort hann í stuðið ekki strax við sjáum að ganga aðeins hraðar og það svona eins og maður segir örari í hreyfingum. Þá hann kominn í formið sko. Þá vill maður ekki vera að spila við hann. Ég lenti illa í því í þessu móti. Ég fekk að vera áhorfandi að leika hjá honum í högsta liðúrslitin, það sem að ég valla fekk að skjóta, gerði bara alla kúlur. Ég var með hann með reyli, hann átti ágætist leik hérna í seinni ramma. Villa 4. Þar á stöðuð. Þessu tilviki fyrir rauðakólun ofan í vasan og leikir haldið áfram. Þú var sloppið nokkuð neginn með þetta, það engin... Ég ekkert séð, það sennilega bara að verjast á þessu. Nú þannig að passa sig ef hann pular vörnina að ítekja einni kúlu yfir gatið og helst líka loka fyrir þessa einu sem að næst hotgatinu. Þetta ekkert... Hann kallaði á að hann myndi leika þetta aftur. Já, ég ekki þess á því, þetta ekkert auðvelt. Eftir villu hjá leikmanni þá má láta hann leika stöðið aftur. Spurning hvort það ekki best að reyna bara að sjússa, því að það var möguleiki að hann loki gatinu með því að með þessari kúlu rétt fyrir ofan svörtu kúluna, skjóta henni í þessi hodnið og hvítu kúluna upp eftir. Svona shot for nothing eins og aðan.
Já, svona, það er hvort er kúl í gatinu og það er alveg, hann hreyfir þær þá allavega, sko. Hann, Fyrir hina leiðina. Já, lokaði fyrir hann. hann lokaði gatinu með þessu, sko. Það fór að tóka þessu aðra kúli en ég bent á, en það er sennilega vegna bara spilið var auðveldara það, sko. Þannig að hefur einslega spilað. En ég held að hann geti, sko, þetta sé góður sjús, sko, ef að menn reyna hann. Af því að það er svona stýring á, Rauðukúlunni. já, ef að Kristján sér í þessa kúlu núna það ætla að fara að benda. Þá er líkur á því að hinn stýrin í sjúsin. Þeir eru ekki búin að sjá það eða vita betur en ég. Við lýsum mér með eftir svona skjá sem að Tryggvi getur teiknað á ferð hvítkúlunar á borðun. Einhver sem lumar að svo smá og endilega lána okkur fyrir næstu útsendingu. En ég er algjörlega samanlega að þetta er sjús sem þess virði að reyna. Ég held að það sé svona stýring á þessu. Spurning hvort hann skemman. Já, skemmdi það núna. Já, skemman. Þannig nú getur enginn sannað við haft rátt fyrir okkur. En já, nú komið svona svolítið stórt. Kristján er nú að horfa á þetta núna. Hann heldur þetta sé ennþá stýringin. Ég sýnist það líka svolítið, sko. Rauða númer 2. Já, hittir rauð númer 2, þá stýrir þessi sem fyrir ofan þessa lengst til hægri henni niður, en ég held að ég ekki bara því svona sjáu þetta. Svo er bara smá stungu. Bingolotto þarna með uppáleikir. Sko? Jú, glæsilegt. Við erum ekki svo vitlausir hérna á bekknum, sko. Hárrétt hjá þér. En uppáleikurinn kannski ekki alveg upp á 10. Það var nú bara svona happ og glappa. Það er oft talað grænu sem Lucky Green. Það það kannski. Gera hann að fara á eftir henni, þá er hann komin inn í. Já, ég sé ekki inn á vörn í þessu almennilega, þannig að það er eiginlega bara að reyna kúluna, sko. Það er örlítið kaldur fyrstir að með hana. Það er nú fáið að sjá hvort að Þorri vaknar eitthvað. Það vísum við erum bara með 2 rauðar sem eru lausar eins og við segjum. 43 á milli og 67 á borði. Svart að segja, já. Það er sími í salnum að ringja. Passa farsímanni hefur. Mótum, getur allt truflað þessa einbeiningu hefur spilaranum. 8 gerðir hjá Þóra. Hann er eiginlega bullandi komin inn í hann, en hann fór rauð þarna á leiðilegan stað. Já, en hún er séð undir svörtu kúlunni, þannig að ef hann leikur bara upp á svörtu núna, þannig að getur verið að reynda að losa núna. Já. Hann reyndi það ekki fórlaup. Það var alveg. Einhver með bingo hann í reglunsa. Já. 9 gerðir hjá Þóra. Hann þarf eiginlega lit með þessari rauðu. Þetta er að brattan að sækja það. Það munur nú ekkert svo miklu samt, sko. 34. Það var einhver smá tæknilegir örðuleikar eitthvað eins að Hann eiginlega neyðir Kristján til að losa þetta hérna, losa þessar 2 hérna hjá Bleiku. Kristján fer að batta. Glæsilega leikið. Hann stilt hann upp í sjúsinu fyrir þarna. Nei, þetta er ekki niður. Þetta er ekki niður. Það þarf aðeins að passa að skiljan ekki í gati, þannig að gera þetta þá nóg að fyrir já, leikur þetta svona. Það er sömu leið. Já, þetta er samt skilur hann að sennilega eftir fyrir hann Kristján í miðgat. Dómari leiksins, ef það má skjóta því að það er einn af efnilegri snookerspilurinn landsins, Þórður Örn. Hann er búinn að dæma í úrslitaleikjunum hjá okkur núna í vetur og gert það mjög vel. Svo er hann líka efnilegur spilari og tekur sambeldu framförum. Já.
Þú lékst nú svolítið vel í riðlinum sjálfur. Já, það er nú bara hálfur sigur þar. Sloknaði áður á sunnudeginum. Já, ég var nú á laugardeginum sem ég tapaði fyrir Þorra en hann náttúrulega spilaði mjög vel þannig að maður getur svo mikið kvartað. Kristján inni, 40 milli, 35 á borði. Þurfti svo sem ekki þessu rauðu en Ég held hann að ætlaði í krambúli sko. hún séð það ekki. Jú, hann gerir þessa þegar komið partíð hann skutlar hann í hornið. Við erum ekkert að sjá hann spila í fyrsta skipti sko. Tekur hann ekki bara gul og batta núna fyrir okkur? Er þetta að panta það? Nei, hann er bara að plana. Þannig að þetta er smá sýning hérna fyrir okkur núna en hann var óopinn á því. Já, hann var opinn á því. En Rami gefinn. Þorri gefur ramman. Leitið opinn á því hann fyrir kúlið að hérna En í riðlakeppninni þá hérna vorum við að ná ágætis breikum. Kristján Helga náði 92 hérna í riðlunum og Þorri náði 86 þarna í 8 manna á móti Sigurði Kristjánssoni. Ég svona meðal hvernig fyrst Rami spilaðist og hversu mikið við vitum með þessa spilara þá getum við nú alveg séð góð breykt þetta í dag. Og já, það er alltaf svona svolítið fyrst í rammin er oft svona svolítið misjafn. En svo sögðum að þeir eru aðeins búin að þurfa að bíða til úrslitaleiknum. En hérna Þetta er gott byrjunarstuð. Mjög gott baka þrýstinn eða fjörgan. Býttu nú við. Hún er séð þessi sem hann er að kíkja á það ekki. Já. Hún séð, þannig að hann getur leikið upp á 7-una, jú. Það 7 var illa séð í sama horn, það þurfti að gera svolítið mikið með kúlunni. Hann slapp með styttri færin sínist mér en Þorri á að gera þessa. ég svona geri hinna fyrir horni frekar. Hann sér hana og þetta eru svona þorralegar kúlur eins og við köllum það. Já. Hann er yfirleitt góður í þessum kúlum. Hún dettur hún samt það. Hann leikur Kristján mjög góða vörn þarna. Settir Þorrason og renna í svolítið vandræði þarna á bókum. Það eru 4 unnir hérna í dag Já. í úrslitaleiknum. Hann sér í þessari þetta er allt í lagi sko. Hann Fer þetta niður fyrir svörtu það er bara að passa að fara ekki á þykkt í hana, bara mjög þund. Ekki svona þund samt sko. Þetta er villa 4. Þetta er alveg skiljanleg villa því að það er eiginlega betra að hitta hana ekki heldur en að hitta hana á þykkt sko. Ef hann hittir hana á þykkt þá skilur hann eftir auðvelt færi fyrir Kristján. Þetta er fín uppbytun á kúla. Þarna kemur kúla sem hittir líka svona vel að Þorra. Nú er bara spurningin hvort það sé ekki að koma til gang. Nei. Herðu, hún datt hinum inn. Hann er algjörlega með þessu niður sem Mér sýnist, jafnvel bleika vera að sé núna sko. Ef hún er það, þá er það þægilega fyrir hann. En annars er bláa liggur líka vel við sko. En bleika er svona þægilega með hann að því hann er svona ekki búin að vera inn í spilinu þá. Hann vill hann hafa eins og auðvelt og hægt til að byrja með. Þá til hann svona hendinu komin í ganga eins og við segjum. En hann tekur bláu. Það var vel skotið. Það er kannski smá lög á þetta. Já, eða bara of fast aðeins. Hann þurfti að komast örlítið neðar. Ég er að hræddur að sé eiginlega enginn séð. Það lítur að vera að spila vörn, ég trúi ekki að vera.
glæsileg vörn. Eins og ég sagði hann fyrir ofan hennan boga hann í díunum, það er alveg ídeal staður. Kristján er nánast press, ekki það maður hafi ekki síðan leika sér verið pressstöðum áður en þetta er alltaf óþægilegt. Þú hefur ekki alla kúluna til að skjóta í, þannig að það er erfiðar að kontróla hvítu tilbaka í vörninni. Sást það vel þarna, hann hitt ekki kúluna sem hann ætlaði í en hann var heppinn. Já. Dúbransen er hliðabætt á milli bara og vörn bara rólega. Aðeins á rægur þarna, hefði verið beauty að fara þarna bak við Bleiku. Já, aðalmáli var hann náttúrulega fastari því að hann gaf hann tækifæri á miðgatinu. En það er smá hikst í gangi. Leið drengjana í úrslitu var eftirfarandi. Kristján Helga vann Örvar Guðmundsson frekar samfærið 3-0 og tók síðan á móti Bjarna Jónssoni 3-1. Ég heyrði að Bjarni hefði nú allt smá möguleika hann í hann. Fær síðan Bjarna Már í undanúrslitum og tekur hann 3-1. Þorri fyrir aðra leið, hann lendur á móti þér Tryggvi hann í 16 manna og eins og sagði ráðan að setja bara upp sýningu. Það var mér bara samfærandi, ég fekk bara horfa á. Og tekur síðan Sigur Kristjánsson sem er finalist í Íslandsmótinu í fyrra 3-0 og hérna fær síðan Unnar Bragason og tekur hann 3-2. Þorri var hann að komast vel í ramman, gera hann á sinn. Unnar, hann er held ég öruggur að vera stigahæstur eftir fyrstu 3 mótin, þannig að þetta var góður sigur hjá honum Þorra. Og hefnd fyrir tapið fyrir honum í fyrsta mótinu. Já, Unnar er komin upp í 660 stig eftir þetta mót. Já. Jóhannes sem trónaði á toppnum hérna með Unnari fyrir komst ekki upp úr riðli sem er nú frekar óvanalegt en hann var nú í náriðlinum eins og við kalluðum hann ekki valið orð Dauðariðillinn fyrir ekki Ég býst afsökulega að fundi þetta orð upp Gott ég hafði það eftir þér Herðu Þorri gerði þarna létta sjö lík vörn, Kristján svarar með aðeins betri vörn og setur Þorra í smá örlítil vandræði hann núna. Já, hann hefði nú afsökunan Jóhannes, hann hefði alveg svefnlaus, hann var að senda son sinn á skákmót, hann var svona þessi afreksmaður í skák, þannig að hann var allar nótt að keyrandi að Keflavík og svona, þannig að hann hefði nú smá afsökun. Já. Það var svefnlítill, enda fannst mér hann ekki góður þegar hann spilaði mig. Nei, hann ekki sem bara á að venjast honum sko. Hann er nú svo sem ekki tóttulegist að mæta bilan en Nei, hann er alltaf góður samt einhvern veginn, finnst manni. Já. Þannig að sást vel í síðustu útsetningu þegar hann vann sannfærandi úrslitaleikinn í síðasta móti. Já, hann sýndi þetta gaman að takta það, hann var gaman að horfa það. Hann kemur sterkur inn, en eins og þú sagðir að Unnar er nú búinn að skjóta sér svona vel upp í með sigur á 1 stig á móti og búinn að komast í undanúrslit á 2, 660 stig. Ég er ekki frá því, ég held að Þorri ná ekki, ég hugsa að Þorri, ef að Þorri vinnur í dag, þá næra hann honum, ég veit ekki hvort Nei, þá næra hann 640, þá er hann akkurat í öðru sætinu. Já, næra hann honum Jóhannesi, meina ég. Já. Jóhannes fær bara 60 stig. 60 stig, já. 540, já. Já, þá fer hann yfir hann, vel yfir hann, 100 stigum yfir hann. Já, meira segja öðru sætinu sínum mér, það ekki. Jú, það dugar. Hann er búinn að ná honum. Sigur Kristjánsson hérna fer upp í 500 stig, fer upp í 460 stig. Atli Már, hann fer hérna upp í 400 Nú kemur einn Þorra spesir, held ég. Þétt, först í hornið. Læsir eitthvað. Ég held ég hringi næst í því þegar ég er að tippa á lengina aftur eitthvað. Það er alveg neitt og klart mál. Þetta var þriðja kúlan sem ég spáði honum þannig. Já. Fyrsta sem tatt. Sjúrsinn var réttur og Nú reyna að fara á milli græn og brúnu, held ég að ekki í brúnu. Hann tók aðeins svo mikið í hana, þetta er sennilega bara hendin er aðeins stíf sko, út á pressunni og þá verða skotin oft aðeins fastari heldur en þeir ætla og það þýddi það að hún fór beinni línu niður og upp til hann heldur en hann ætlaði. Þarna sést nú einkenni á sóknarspilara
við fyrsta tækifæri þá spilar hann varnarskotið þannig að hann losar Svörtu sem var ekki séð sem að hann vill hafa opið spil alveg eins og Kristján. Þetta var mjög kúla en náðu ekki alveg að halda Hvítu eins og hann ætlaði en að munna samt minna en maður hélt að það þurfti að hitta miðja kúluna sem fór krambúl í. Þá hafði hann verið með Svörtu en hann er með Svörtu í meðgat alltaf þó hann sé pínu lítið. Ég veit ekki hvort hann getur, jú, hann er alveg með hreinn pláss fyrir Guðjón. Þetta er bara mjög gott mál. Nú er það spurning sko hvort að Svarta er séð í vinstra hornið. Hann losar hægra hornið núna þannig að það er laust. Ef hún er ekki séð í þá bakkar hann og gerir Svörtu sama horn. En hún verðist til að séð í hitt hornið líka. Nei, fyrir 6. Það var strax hann komin á blett, vandrarlaust hann í hægra hornið allavega. Já. Þetta er 15 gerðir. Þetta er mjög góð staða. Það er mjög líklegt að hann fari langt með að klára leikinn á þessu skoti. Þessari heimsókn eins og við kallum það. En við þýðum þetta beint úr ensku sem við kalla þetta þessu visit. Ég man ekki eftir að það verið neitt orð á Íslandi notað yfir þetta. Ég held að heimsókn sé ágætt orð. Já. Býttu nú við. Já, hún er séð held ég. 23 gerðir og Það átti nú 19 hann Þorri fyrir þannig að hann þarf að gera meira heldur en hann þarf að gera svolítið á búlum. Það er nóg á borðinu. En þetta liggur óneitanlega mjög vel við fyrir Kristján. það er 91 á borði núna. Við ekki bara segja við fáum 100 núna. Bara skjóta því spá því snöggvast. Ég ætla ekki að gefa hann einn át á það. Það þarf nú eitthvað stórkostlegt að klikka þetta. Já, það er kannski ein sem er þannig að við vinstri battan og svo náttúrulega getur það alltaf trikk í þessi sem liggur press við handa battan en að öðru leyti þá er þetta svona bara úrvinnsla fyrir manni í þessum gæðaflokki sko. Kristján er tiltölulega nýkominn frá Tælandi þar sem hann tók þátt í Siang Som Red 6 kúlu. Heimsmeistar á móti í 6 röðu sem atvinnuverðinir allir með. Var þarna í riðli með 2 mönnum sem voru á topp 10 listanum, ekki sant? Já. Og náði í 32 manna, snýtti öðrum, þarf að segja. Já, svo sem er 16. sæti. Michael White. Vann hann samfærandi. Svo í 32 manna lenti hann á móti Liang Wenbo sem fór alla leið í úrslitin og lenti þar á. Hann er mjög erfiður andstæðingur, sérstaklega fyrir mann eins og Kristján. Hann er svona seigur og ekki kannski svona flashy en mjög effektiv eins og maður segir. Ég hefði viljað sjá hann fá eitthvað stærra nafn. Hann stendur svo betur á móti þeim. Já. Það er nú bara þannig en Liang Wenbo fór alla leið í úrslitin en tapaði þar á móti. Ungum Tælendingi held ég. Ungum Tælending sem að fekk sæti á túrnum hérna á þessum tíma en gat ekki tekið þátt vegna fjárhagserfiðleika eða þú veist, það er náttúrulega bara dýrt að taka þátt í túrnum eins og Stjáni alltaf takir og en núna fekk hann þarna nokkra milljónir og kannski getur endur skoða þetta rétt ítir við þessu. Glæsilega leikið. Þarna leystum þetta mál sem að það væri mátt vera örlítið fastari en já, hún er nú kannski svo auðveld. 67 borði. Nú bara að ákveða hvora kúluna vill skera í hornið, það er svona 55 kom í breyka, það er 40 millispilarna eins og ég sagði, 67 borði. Koma svo og fór í battan, en það var datt samt. Þannig að það er ekki að skemma fyrir mér spátóminn, ég ætla vona ekki. En núna samt, ég veit ekki, hann þyrfti nú. Hann
tekur Þurfti að ekki taka bláu bleiku. sko. Ég held að, já, nema að sjá þarna, já. Slá hans eftir henni eða hvað? Já, það stoppar bara hreinlega á henni held ég. Eða, það er ekki nóg. Já. Nei. Jú, hún satt stöngin inn. Ég held að vera að klikka þetta, hún fór í stöngina sko. Já, En hraðinn bjargaði henni sko. annað skiptið sem að En hann fór og þykkt í hana aðeins, þannig að er hún eftir að sé þessi, það er spurning. Já. klæslegt. Breykið er komið í 62, 51 á borðið ennþá. Þá er ég á ennþá svona tölfræðilegan séns. Já, ég held að við sem Það er komið. gerum bara ráð fyrir því að við erum bara að leita eftir 100 breykinu núna. Skulum við bara sitja aftur og áskættir 100 breykinu. Ég verð nú að koma því að Örvar Guðmundsson kom með spádóm þegar áttamanna úrslitin voru gunngjörð hverjir verið konur þangað og hann er með þetta 100% rétt on the money. So far, hann er So ekki far. búið síðasti leikurinn. En hann spáði áttamanna undanúrslitum og hár rétt og ber að fá rásferir. Ekki alltaf sem menn hitta svona vel að það. Já, þetta er náttúrulega betri í þessum spádóm heldur en í fótboltanum. Hann spáir aldrei rétt þar. Já, ég hef ekki séð einn einasta fótboltaspátt með hann. Nei, Nú komum við að þessari rauðutryggvi sem að þú sagðir að myndi nú kannski verða honum já, breykið er komið í 78, 8. já. Einu sinni, ég hef ekki séð það mjög lengi, en Kristján var mjög góður með vinstri. Ég veit ekki af hverju, hann vill bara ekki nota hann lengur, sko. Það er, hann, Ég hef séð hann spila nokkuð með vinstri bara svona, við tókum eins og í ramma sem hann leik með vinstri, hann vann mig. það var laglegt skot. 85 gerðir, 92, hann þar, það var Brúna 101. já. Þetta snýst eiginlega bara þetta skot hérna, hvernig hann leikur upp á gulu. Ef hann tekst það vel, þá er þetta bara komið. Hann vill halda okkur í smá spennu, en snúningurinn ítt henni svolítið vel nálægt. Meir heldur en ég bjóst við. Við höldum bara niður okkur andanum og Njótum ferðarinnar. ekki og fast. Svona stoppaði ekki bak við mig. Þetta var... Þannig að það er opið einhvers staðar. 94 gerðir. Já, Þessi nú nú eigum við eftir að sjá hafnfirðinginn spýta í lófana og það er ekkert annað eftir fyrir hann að sækja bara hérna. Nú staðnum við 2-0, það eru 4 unnir. já hann spilar alltaf þannig á Þorri, þannig að ég sé á enga á trú á því að hann breyti því neitt, sko. Það Þeir mættust einmitt í undanúrslitum í Íslandsmótinu í fyrra og ég held að Þorri að fara í 3-0 þar. já, Þannig að hann hefur alveg, hann hefur alveg kaliberi hann. já, hann hefur alveg kaliberi að spila vel á mótunum, sko. Þriðji rammi henni í Faxafinnunni. Og Kristján var að byrja. Skiptast yfirleitt á að byrja. Alltaf. Og snókarinn á Íslandi það ber að hrósa stjórn snókarsins á Íslandi. Það búið að vera mikil gróska og uppleið á snókurnum. Síðustu 2 tímabil bara frábært að sjá 29-35 spilara í hverju móti. Og ekki eru færri í 40 pluss mótunum. Ég var einmitt svona aðeins að taka það saman af þessum 29 sem voru í þessu móti vel leikinn hvernig okkar sem voru í þessu móti. Þetta var nú bara
pjúra reynd dúpl í mið. Hann þóttist eiga þann ókeypis tækifæri á því, þannig sem hann myndi ekki leggja neitt undir. Ég held að Þorri megi alveg reyna þessa í horni rólega og leika svona cirka upp á 5, hann er ekki miklu líkur á að leggja á því, nema kannski þessa kúlu sem hann er að skjóta. Jú, hann verður að fara lengra, hann reyna þarna í horninu, en reyna hann í horni samt, sko. Sterling hinn. Já. Glæsleg. 1. Þannig var hann að setja ómikinn snúning á, held ég. Hann ætlaði að gera ómikið með hvítu kúluna þarna. Kristján, hann tók æfingarstöðið í dúplinu áðan og þá náttúrulega var það komið seinna. Þannig að þetta var bara alveg tandurhreint dúpl í mið. Það þarf einhvern veginn að koma 7 með í þetta spil. Hann hugsaði svo mikið hvítu kúluna, hann glemdi eiginlega að gera grænu. Enda hvíta alveg á fullkomnum stað, sko. Hann fer sennilega bara upp yfir með þessa kúlu. Tilbaka upp á þristinn, sko. Þetta var ekki alveg, jú. Hann bætti að góður hitinn hann upp á eftir plötunum. Þetta er ekki auðvelt að komast í, ég sé ekki alveg hvaða kúla sé. Það er einhvern veginn verið alla að vera fyrir hver annari, sko. Þannig að það er nú greinilega með eitthvað í huga hann, sko. Já, það er ekki bara að sprengja bunkan. Það er ekki séð. Nei, ég syns ekki, hann dúplar í miðgat, þannig að hefni sín á Kristjáni. Hann stoppar sína að ég kann þetta líka, sko. Þegar 6 er ekki að tröfla. Nei, hann er ekki 6 sennilega fyrir því. Ég persónulega myndi leika vörn hann að fara niður og reyna að stoppa á 7 aðeins. Hann er að fara að reyna að koma upp að endunum, en það þarf að passa að ég tekja neitt í gati, ég hef að gera það samt ekki, sko. Þetta var nokkuð vel leikið, sko. Glæsilega leikið. Nokkur náttúrulega var að pressa hana. Og engin... Leikmennir reyna alltaf að skilja eftir eins mikla vegalengd á milli kúlana og þeir geta. Það er svona minnkar líkurnar aðeins á að anstæðingur gera eitthvað og eykur líkurnar á að þeir geri mistök eins og Kristján gerði núna. Eins og þess til ekki, hann rétt. En það var erfitt að refsa hann fyrir þessi mistök. Já, hann slapp með þetta bara. Þegar hann reyna að skera. Shot for nothing. Já, það er nú þessi skot sérstaklega sem þetta var nú rosalega hann á Óskarana. En þessi skot er erfitt að sjá á sjónvarpsborðinu því að þau virka enn meiri skurður en þau eru. En góð vörn, spilaði gott B-stöð eins og maður segir. Þú óskar eftir 7 í spilið, þannig að nú leyfi ég mér að spá því að við fyrst rauðið eftir 7 og 7 komin á blett og ramminn opnast, þannig að kannski bara til að fá aðeins lengri útsendingatíma þá er óskandi þess að það sé Þorri sem komist inn. Hann er vandræðumann Kristján núna, það er ekki auðvelt að spila vörn á þessu. Það er þessi rauða sem stendur hérna út fyrir bunkanum við hliðina á Bleikhöfðila. Já, en Fjarkinn og Rauða eru fyrir því skotið, þannig að það er eiginlega að sé það betur núna á stöðunni, sko. Þannig að þess meðal að skjóta bara laust í þessar neðst niðri. Ætlaði hann í þessa? Ég held hann ætlaði í þessar neðstu. Já. Ég held að. Það vísu skipti ekki miklu máli af því að Svarta lokaði gatinu þarna megin. En það skilur að vísu eftir tækifæri í miðgatið en það er nú ekki spennandi stuð. Lág prósent þess að við köllum það. Ég held að nú er erfitt að leika líka upp eftir því að ég vil ekki skilja þessa eftir handa Kristjáni, sko. Hann hefði að geta gert hann af battanum. Það var glæðilega stuð og þetta var góð til raun. Það hefði verið fínt að fá smá nudd frá 7. Já, nú er bara sjálfvirkur 3-faldur sjús hjá Kristjáni. Nei, hann er með hann að stendu þannig meikandi. Já, en hann þarf að losa fyrir 7, þannig að það er miklu betra að gera sjúsinn fyrst. Sjálfvirkur 3-faldur, kallaði það. Fýttir að við. Hann er bara að leita hraðanum, sko, þannig að hvíta sé ekki fyrir. Eftir þetta, sko. Nei, þessi rauða sé ekki fyrir, þannig að koma. Glæsilega. Þetta var vandræðilegt að segja þetta ekki. Jæja.
Þess vegna ég hérna. Hvað þú byrjaðir í þessu, hvað varstu gamall þegar þú byrjaðir í þessu? Ég var orðinn þrælfullorðinn, 26 ára eða eitthvað svoleiðis. Já, svona late bloomer eins og maður er. Já, þess vegna var ég ekki betri en ég held ég, sko. Þú komst nú í úrslitina, hvað, 2011? Já. Tókst nú 2 ramma Stjána, ekki? Jó, stoltur af því, meirinn margir gera. Já. Ég held að Kristján hafi snert sjöuna, gert mínus og kallaði hann á sig sjálfur. Dómarinn sá það ekki, en Kristján lét vita af því. Heiðusmanna. Þetta er einkenni, þetta ger allir snókerspilarar. Já, allir sem er í þessu fyrir alvöru. Já, það er. Sá sem svindlar í snóker, svindlar í lífinu, var einhvern tímann sagt. Já, það er bara óskrifuð regla að þú lætur alltaf vita að þú gerir mínus sjálfur. Það eru akkurat svona atriði sem er erfitt fyrir dómarann að sjá. Já. Þetta var mjög vel leikið og það þurfti að leika hana í sama gatið því að rauða lokar hennu. Nú bara slaka á og njóta rammans, Þóri. Nú við köllum eftir hérna sigri þessum ramma. 8 gerðir. Nú hann vill vera frekar lár á sjöunni eftir þessa, þannig að þetta var. Hún er aðeins frá hana. Já, þannig að hann getur svolítið stjórna hver hvíta endir. Það er allavega 1 kúla, já 2 kúlur hann að segja. Hann er beinninn, hann vildi vera, sko. Hann getur bakkað upp á þessa. Hann hefur nú kaliberið það og hann getur líka, brúnatruflanum mögulega aðeins. Svo getur hann bakkað enn lengur upp á hina. Já, einu bati yfir. Hann er að reyna það. Ég held hún sé einhver truflun í þessari kúlu þarna. Jú, akkurat, glæsilega leikið. Glæsilegt. Hann hefur Q-power í þetta. Borðið fóru fókus með þessi smástund, það var svo gott stuð. Alltaf var svo gott stuð. Þessi var öllítið orðinn. Já, en í staðinn. Hann var að leika upp á til að losa bunkan. Ég held að hann fari í bunkan núna. Allt annað en í miðja kúluna er mjög gott. Já, svona örlítið til þér. Já, örlítið sikunum. Annars getur hann dáið á henni. Þetta var stuðið. Já, nema hann var ómikið bakk á henni. Hann hafði stonnanum meira. Við erum að sjá eina síða þarna, held ég. Nei, hann er press. Þetta er bara bakvið síð, press við endabata. Bakvið síð, press við endabata. Einu bata, það er heldur einu stuðið í þessu. Þegar hann leikur svona við þú kallum press, þá má skjóta beint frá kúlunni á þess að sé mínus og verður eiginlega skjóta beint frá henni. Já, hann má ekki koma við rauðu kúluna sem hann er press við. Hann ætlaði að taka smá sirkus fyrir okkur hérna. Já. Það er erfitt að vera 1.70 í þessu stuði. Hann er nú 1.80 sko. Hann er búinn að skamma svo mikið fyrir að kalla hann alltaf Þorra litla sko. Ég ætla nú ekki að láta það heyrast hérna sko. Hann er ekkert lítill sko, hann er svo. Við munum eftir honum frá því að hann var svo ungur og þá köllum við hann alltaf Þorra litla. Nei, það líka fór ekkert lítið fyrir honum. Nei. Þarna fyrir að dröllið. Sjarma dröllið frá hérna hæri. Herðu. Útlærður leikari og flugþjónn. Einn af betri flugþjónunum, já. Þetta verðist vera bara aðeins í hana. Það hjálpaði til þarna, hún var aðeins föst af blettir. Ég held samt að sjá í endan á þessari kúlu lengst til hægri, sko. Getur leikið vörn af henni, sko. Þorri á hana 27 á Kristján í þessu ramma. Þetta var aðeins nær heldur en hann ætlaði. Nú er erfitt að vera hérna með þetta bara á skjánum. Myndirðu Þóra að reyna þessu að batta? Ég myndi taka hann á batta. Þú myndir taka hann á batta? Já. Það er sennilega sjálfvilt krambúl í hinna rauðu og sjöan séð. Ég held að það sé alltaf. Hann getur ekki gert hana beint, sko, það sem ekki hægt að fara á eftir henni. Þú ert ekkert bara Nostradamus, sko. Þú ert líka hérna óbáslega mikill bjartsýni sem að vera þess að sjöan alltaf með ótrúlega þryggt færi. Ég sagði hann, mætti ekki taka hana beint. Það var að reyna að láta hann að glamra í gatinu, sko. Þannig að nú er Stjáni með ballan í hendi, það er hérna hálft D uppi, nei það er D hérna uppi, hálfur hringur fyrir ekki sem að hann hefur úr að spila til að stilla hvítu upp. Sker hann í veikant. Hvað svo? Það er bara happy go lucky, sko. Það er bingo lótaði hérna hjá Ingar Rafni bara, glæsilega leikið.
Hann er komin inn í ramman. Það er á milli Þorri á 22 á hann. Hann er 2-0 fyrir Kristjáni. Ég sko, ef hann gerir þessa kúlu þá vinnur ramman heldur Kristján, en ef hann klikkar þá held ég að Þorri dækja hann. Þetta er ekkit auðvelt kúla. Þannig að Glæsilega leikir. hann fyrir ekki á 6 blettin eða 7 blettin laus. Já, það var nú mínus. Þannig að það þarf að leika. Hann er með þarna brúnukúluna hérna, getur farið á hana núna eða bleiku í mið. Já, bakka bleiku sko, annarkvort miðgatið eftir bara hvernig hún líður. Þannig að Já, það fór eiginlega mitt á milli. En allt í lagi ennþá. við fengum hann 94 frá honum í hvað fyrsta ramma það ekki? Öðrum ramma. Já, Og hérna, það það er hann þarf að leysa þetta vandamál með rauðu kúluna fyrir hliðina á svörtu kúlunni til þess að 22 gerðir. já, það er eiginlega jafnt núna. Ég aftur þessar rauðu. Já, þannig að 24, já, hann þarf ég við skulum sjá hann leysa þetta eina mál og jafnvel ég gera þess. Ég held að Þorri eigi að gera núna það sem að Kristján var að hugsa um að hérna, reyna að losa á þessu skoti. Skjóta neðarlega í hvítu og fara krambúl í þessar hana tvær rauðu hana og losa sig og allt saman. Spurning hver djörubröngurinn er hérna þar út. Já. Ég er alveg viss um að Kristján ætla að gera það. Einn mættur. Það á hann, einn á hann. Að hann gerir grænu ef hann er sóknarlega sinnaður og þá það er sjálfur uppáleikur og það er bara að gera hana. Finnst mér. Hann er heilt í þér. Koma svo Þorri. Ég skil hvað hann að það menna sko, hann verður að stönna hann sko þess að ná uppáleiknum. Þannig er ekki alveg svo auðvelt. Þetta var hættan sko að ef hann geta rúllað henni bara í gatið þá var þetta auðveldar skota. Þannig að þetta stöðar svona smá stönn sem er pínlítið erfið. Stönn er svona það stöðar hraðar í kúluna. Kristján vill náttúrulega fá hérna rauðu inn í spilið. Hvernig gekk þetta hjá honum? Erfið skurður í hotnin samt geranlegur. Nei, hann er bara auðveldur. Bara hægt og rólega. Áskorinn. Slapp með það bölvaðar. Ja, þarna getur hann kannski dúplað og hérna farið niður fyrir brúnaðis, dúplaði megat. Hann er þekkjuð þar. Skutlir í megatið upp á síðið. Hún líður oft betur þegar síðan er í gati. Ég myndi skjóta neðarlega í hvítu, þá myndi hann semi-vörn í þér. Hún líður betur svona með það. Hann spilaði vörnina. Þetta var náttúrulega mjög skynsalegt. Og nær snókur. Já, það sér aðeins í hann. Hún stingur bara á hann að kvítur eða hvað það. Já, þetta er hættulegt skot. Ef hann fyrir þungt í hann, þá getur hann gert svörtu. Vá, hörðu, vel leikið. Já. Hann er eldri en 2 vetur. Nú er bara spurning hvort Þorri. Þeir bara þungt líka í hann held ég. Nei, þetta minni verri aldrei en ég held. Já, þetta var Það var náttúrulega hinn leiðin klæfur skot. Hitt á milli. og baka blöku. Hann ætlaði nú að gera eins og þú sagðir, býst ég við. Nei, þetta verður bara verið ákveðið að taka hann og batta. Ég held að Já, okay. Afstæðan var hérna verri þegar þeir skiptið yfir að hinn sér borðið betur og hinn í sjónarhóðina myndaðinni. Best er ef hann getur einhvern veginn komið hvítu í áttina að þessu svörtu kúlunni, þá er hún svona ákveðin trygging fyrir að leggja ekki, en það er nú ekkert auðvitað þess skoti.
persónulega myndir reyna að fara þundi hana þarna vinstra megin Já. og fara þarna og getur þú farið í leiðinni niður fyrir þarna bláu brúnu. Nei, hann fór hérna hérna. Já. Þetta er hættulegt sko, má ekki vera langt. Stórhættulegt. Hann er lögð, hann náði hana. Það er jaft á balla. Ein kúla á blett, ein kúla í gati. Sjá. Það eru engin stór vandamáli í þessu, sýnist mér. Það er svona vegalengdir. Já. Það er ekkert, það er langt á milli kúlnanna en það er helst bláa sem að getur eitthvað. Stjáni gerir sjönu núna, ég býst náðslega við það er partí á brúnu. Partí er kúlan sem hann gerir þegar hinn þarf snókur á eftir. Þannig 8, 10, 13, 17, nei það er partí á bláa, það er 17, 18 vegna Tryggva. Já. Græna greinlega séð mig gætið. Hann getur komist þarna í 17 yfir þegar hann gerir brúnu og þá er 18 á borðið, það er oft talað um 17, 18 regluna. Vittu nú stund. Svo bakkar hann bara upp á hann í hornið, sama hafn. Það er vel gert. Hárrétt. Hann þarf ekki bleiku, Já, það er ekki að leika neitt sérstaklega vel á hana. ég held að rúlir bara í. Það er svona Kristján Rúll. Og bakkar svo á síðu. Nei, bara tryggja geimið. Ekki á gemið. Hann veit að Þorri má ekkert vakna sko, hann meðan að já, þá getur allt farið að stað hjá honum sko. Þorður er hérna með keppnisþrýrning hérna það sem að ef maður stillir honum upp niðri þá stillir maður honum upp þannig að rauði mynda þrýrning og hérna þá er maður með hann á 7 blettinum og rúlar þeim beint upp á bleiku blettin. Þægileg græja í alla staði. Hann er að standa sig mjög vel í dómkistunni. Hann Já. er gaman að því að þeirra ungir strákar sína svona mikið áhuga. Já, það er ekki bara áhuga á að æfa sig að spila, heldur grípur hann tækifærið í hvern úrslitaleik og Hann fær bara besta sæti til að horfa á. þess að ég kom inn á og- aðan Tryggvi, þú hefur nú ekki síðan á þessi vetur eins og þennan og síðasta vetur líka með þáttöku í mótum Það er aðalega styrkurinn á mótunum er svo miklu meiri. og gróskan. Þessi gamle sem hafa verið að koma inn aftur, þeir eru alltaf rosalega verulega góðir spilarar. Virkilega vandaði menn sem eru að koma að inn aftur. Atli Már, bræðurnir, Atli Már og Bjarni Már og Kjartan Sævar hefur látið sjá sig og hérna En tóku smá frí til að eiga börn og svona, Örvar Guðmunds, koma inn. Skarphéðinn, Smith. Þetta er fullt af nöfnum hérna sem eru fann að láta sjá sig aftur á billanum. Þetta er hérna, það er bara gaman að vera snókaspilur í dag. Þetta er nú allt annað en fyrir 10 árum þegar það voru kannski 10-12 með í móti. Já, við heldum nú alltaf einhverjum. Já, þetta hefur farið verulega. Það er allavega, það er mjög gaman að mæta í mótina því að þú færði eiginlega ekkert neina auðvitað leiki lengur sko. Það er allt góði leiki sko. Og ég bara, ykkur bara hrósa þarna hjá sambandinu. Þetta er, Það er líka frábært að fá þessa aðstöðu hérna hjá biljartbarnum og lágmúlun fylgir með í þessum mótum en biljartbarn hérna skaffar aðstöðu fyrir allar útsendingar og frábært að Coca-Cola sjá þessi fært, Coca-Cola á Íslandi sjá þessi fært að styrkja útsendinguna. Þetta er nú ekki ókeypis að stilla þessu upp. já, við ættum nú
getur nú þakka fyrir aðstöðuna hérna því að hún er mjög góð. Já. Það er allt ný borð, þessi borð eru kannski 3-4 ára eða 5 ára kannski. Já, því ég held sér 3 ára. 3 ára, já. Nýju borðin hann. Og hérna, Hít í borðum og... já, það er ekkert allir sem hafa svona aðstöðu áhugamenn, sko. Nei. Það er og vel hugsað borðin, dúkarnir aldrei rifnir eða vel þrifin og svona. Nýjar keppniskúlur sem við erum að keppa með sem þeir passa fyrir mótin. Já. Ég held að þær kosti nú bara 400 pund settið eða eitthvað svoleiðis, sko. Það er búið að vera að kalla eftir í hérna, menn fá að æfa sem ekki eftir skóluna fyrir mót, það er bara ekki tekið inn í myndina, þetta er bara notað í mótunum. Já, þeir halda líka, þá verður það líka Glæs. mjög fína, sko. Já, já. Núna myndi ég nú samt halda, já, er þetta átó uppleikur, Tryggvi? Já, þetta var eitthvað stendur, sko. Já, nú er hann, Ef maður er að spila við mig þá er hann búinn að gera þristin, sko. Nú er Kristján búinn að króa hann af þetta í hotni, nú er staðan 3-0. Það eru 4 unnir. Já. Hann ákvað að sækja það. Hann, hvað gerir þristunum fyrir nógu langt þess að loka fyrir? Nei. Ég ætla nú svo grófur, ég ætla að spá 100 breykið núna. Ég tek því, ég spá ég að Fyrir fyrsta skot, sko. þetta verði svona 50 plus. Hann byrjar á að klára bara grænu, koma hennar blett, hann koni 4. En bara til að ég klári það sem ég var að segja, ég er bara að þakka biljardsambandinu kærlega fyrir mikla grósku og alla þessa sjálfboða vinnu sem er lögð á hendi og biðist biljarum að taka undir með mér. Þegar ég þakka ykkur hjá biljardsambandinu, Pálma, Tryggva, Smára og Benna, ekki satt? Nei, Benni Lút, hann hérna, Sverrir er inn í dómari, Já, okkar besti dómari, en hann dæmir aðalega erlendis núna og hann er svona að segja heinum ungu til. já. En þessum mönnum ber að þakka, ykkur ber að þakka fyrir frábært starf. Það er ekki allir sem eru tilbúinir til að gefa vinnuna. Já. Ég spáði 50, þú spáðir 100. Þannig voru, hvað, 13 gerðir. Þorri Bullandinni, nú er að smetla bara í annað 86 Þorri. En það er 100 en þá á borði, sko. Já, við þurfum ekkert eitthvað. Ég get að gefast upp á Spáni, sko. Nú getur hann bara henni að liði vel, nú er bara tækifærið, það er bara annarkvort eða núna. Það þarf að leika, já. Hann fór bara aðeins og dýkt í hennar, sko. Hann ætlaði að fara aðeins í battan, sko. Þið vilja fara hann á endabattanum. Býtu nú við, hvað erum við að tala um hérna? Jú, það er nú séð þannig, önnur rauð frá Bleikri, vinstra megin. Hún er sjálfverkan stoppar á hann, eða? Nei, hún er ekki séð. Er þetta sjótt úr náðing Tryggvi sleppur á með þetta eða? Hann er bara að skera hann í hóðnið og fara hringinn, ég held að. Og heldur hann sleppi með það? Já, ég held að. Glæsilegt. Og bara leikir við, bara létt upp á... Já, hann var að reyna að þetta var að fúl. Já, ég menna, enda þarna megin hefði hann Kristján svo sem ekkert verið í einhverjum toppmálum, en... Nei, en hann passaði sig að fara ekki á fast, hann endaði ekki á bakvið. Hann láta þrýfa, hann sér eitthvað óhreinind á kúlunni og vill láta þrýfa hana. Dómarinn gerir það. Þórður Örn, ágætist dómari leiksins. Ágætur dómari leiksins, já. Það bæði truflar, sko, eða svona krít á kúlunni, það bæði truflar svona einbeitinguna hjá manni þegar maður er með það. Og eins eru sumar kenningar að það sé ástæða fyrir að það kemur svo kallar kikk. Að krítin verði krítarblettir á báðum kúlum mætist og þá komið þetta kikk sem er kallað að kúlan hoppar og breytir jafnvel stefnu. Ég heyrði einhvern veginn En það er ekkert sannað, sko. Að þú getur nú vísindalega sannað hvað myndir nú olla og valda kikki þá myndir nú verða svolítið ríkur. Já, við höfum séð hvað kikk koma bara strax eftir að dómari þrýfa kúluna, þannig að... Já. Þannig að þetta getur nú verið margt. Ég vil meina að þetta sé eitthvað tengt þessari húðfitu. Við erum alltaf með hendurnar á borðinu og sviti og húðfita hana
löðrandi á borð, kannski ekki löðrandi en líka svona aðeins í borðinu. Og það er svona mín kenning. Það er mismunandi, til dæmis eins og Ronny O'Sullivan, svona, hann lætur mjög sjaldan þrífa kúluna. Hann hefur eiginlega ekki trú á því, nema bara að sé eitthvað svona óhreinindi sem að trufla hann að horfa, sko. Hár og annað slíkt. Já, ég sé hann oft taka skotið án þess að láta þrífa þó að það hefur verið kikk í skotinu og undan hjá andstæðingnum, sko. Og það er sárafáður sem eru þeim taka. Já, allir láta þrífa aðrir, sko. Já. Og hann er ekkert að klikka meir en aðrir. Minna er það nú ef eitthvað er, sko. Þetta var skott. 8 gerðir, þá þorri einhverja 11 á Kristján. Ásækja starfræðina hann á 10. Þetta er smá flókið. Já, hann er bara ekki búinn að komast almennilega inn í Eitt game getur bjargað því. Eins og sagði á hann að Kristján vill halda honum í þessu slíbersmót þarna, hefðum bara viljað klára hann þarna. Ef Þorri kemst á flug og við sýnum nú tempo í lappinu hjá hann verður nú. Já, hann er aðeins aukar hann. Já. Og svo líka bara að njóta þess, það má ekki glemma að njóta. Hann er mjög góðan stíl hann Þorri. Mjög fallegast. Beinn í stuðinu og ítir vel í gegn og hreyfir sig ekki. Nei, það hjálpar náttúrulega, minni líka á hann klikki. Og sjálfsagt hluti á ástæðinni. Þetta er æfing, hann æfiði sig mikið ungur. Fór snemma út að keppa. Já. Þannig var hann öldið ofin að því. Nú var hann komin upp í batan, hann með svona nánast beina sjö, þannig að spurning hvort hann rúlli bara hreinlega. Já, reyna leikur hinna í beint í horni sem er lengst vinstri. Já. Og til vara er þessi hann hinn í hægri horni. Nema hann komist í gegn, maður sér það bara ekki. Hún er alveg bein á að gera það. Já. Þannig að það er bara rúlað. 24 gerðir. Og hann er bæði með þessa í vinstra horni og hann er líka með þessa í hægri horni, held ég. Nei. Vinstra horni er svona allt í lagi skot, sko. Og bakka bara. Já, eða að spila vörn bara, þetta er bara eftir hvernig mann líður, sko. Hann spila bara vörnina. Ég er áðurleikar Þorri að reyna hana. Nei. Tveim böttum bak við gulu. Það var eiginlega samt ekki on, sko, eins og við segjum, það mig gæti var fyrir því, sko. Já. Kristján fyrir hann að örþöndi þessa og tveim böttum og aftur upp á græna. Nei. Hann ætlaði samt að gera það sem þú sagðir. Já, ég hefði spáð hann hefði farið að hliðar enda og upp, sko. Já. Hliðar bætt að enda bætt á upp. Þessi, ég heldur að Þorri bara gera þetta. Þetta var stórt klikk. Já. Það er svolítið vinna eftir fyrir Kristján. Þorri á 26 á hann í þessu ramma. Það eru 2 lausar röðar. Ég ætla að bara beint í bunkan. Beint í 5 og í bunkan. Það getur neina að bíða. Og ég sé hann ekki að hefur verið heppinn á því að ná samt möguleika. Það getur valið það í maskinu stuð hann í hægri vasan eða? Það er mjög þönd í vinstri, ég held að það sé oft þönd, sko. Og ég hafði með gatið í línunni, sko. Ef mig gatið er ekki í línunni þá er þetta nú svona tiltölulega safe tilraun, sko. Það þarf ekki að vera fast. Réttu megin við 5. Þetta var svo kallar akkurat. Hún hugsaði sig Það þurrkaði af sér eins og ykkur sagði. Já. Og sérlega sé þessi fyrir beint fyrir neðan 6. Vill losna við hana og losar og eykur möguleikana á hvað hann getur leikið upp á. Það var bara vel að koma inn í ramman. Það þýðir einfallega ef hann er á vittlunum hraða og nálægt svörtu þá getur hann haft hann sem backup. Já, það getur til því. Vill hann ábyggilega hafa hann svona nánast beina, hugsa ég. Já, við verðum þessi leina. Það
kemst það akkurat fyrir neðan. Ég held að fara á milli þeirra í afslæðinu, sko. Nei, Nei. þetta var meiri afstæð. Ég sé ekki þessu Við afstöðu, höfum svo sem aldrei unnið við þetta Tryggvi. Ég bara sé ekki, maður sér bara ekki afstöðuna á þessari, hvernig þetta er. Þannig, 28 gerðir. ég held að maður er nálega spein, skóla. Já, þetta er erfitt. Muna bara 2 stigum núna. Þannig að 3, 10, Bláapartí. Nei, já, brúnapartí. nei, græna, ef hann gerir svörtu eftir þessar. 23, 22 held ég. Já, 23, 22, það er rétt hér. Sjáum við hvað þú þarft að gera lítil mistök í þessu. Stönnar hann rétt fyrir neðan miðgatið. Og þá fær hann hana alveg þráðbeina. 11 á milli. Fín. Mikið fyrir ekki. Nei, 18 á milli. aðeins og mikið. Herðu, hann heldur spenninu fyrir okkur. Það er eitthvað hvað að segja þessa gólu. Ég held að gera hann bara. Hverjum degi? Já, ég 2 böttum upp á brúnum. Það er leið maður að spá í aðkliki. Nei. Býtur nú við, þetta var partíkúlan, þannig að hann svona aðeins rólir eru upp á leiknum. Þetta var eiginlega leikkúlan, sko, matskúlan sem við göllum. Nú þarf Þorri Snóker, það er nú bara þannig. Hann vil helst klára þetta Kristján, hann er ekkert á því að láta Þorra vera nefnilega ekki að snókir á sig. Það er hundlegilegt að standa í því, þannig að hann klárar þetta bara, þá þarf ekki að rífast málið. Herri, já, við þökkum bara fyrir í dag. Það er stutt og snart. Smá sýning hana í lokin, ekki press. Það minnkar sýninguna. Hvernig er hann hérna? Já, nettir ekki. Það er En glæsilegt. það er glæslegt, hann sýnir að þó hann hafi sleppt fyrstu 2 mótunum þá er hann ennþá enn maðurinn til þess að vinna. En við þökkum fyrir. Já, takk alveg fyrir í Takk dag fyrir og eigið góðan sunnudag. Það bless.